þannig að það sé allir meðvitaðir það. Og þá bara byrjum við. Davíð Baldur Sigurðsson heiti ég. Og með mér Bergsveinn Þórarinsson. Og við bjóðum ykkur velkomin á þetta héraðsdómaranámskeið fyrir 2025. Þetta verður svolítið stíft hjá okkur í kvöld, þannig að við þurfum að halda svolítið vel á spöðunum. Og ef að svona ekki kannski að við viljum endilega að fólk spyrji en svona samt við svona reynum að kannski svona lengri eða flóknari spurningar að geyma fyrir kannski hlið eða eitthvað svoleiðis sem að þannig við getum haldið svolítið áfram með efnið. Og þetta dagskrá sem sagt námskeiðsins, þessi 4 dagar og svo prófið. Og þið voru öll búin að fá sjá. Já. Og þetta eru sem sagt reglurnar sem við förum yfir í dag. Regla 1 sem eru grundvallaratriði golfsins. Regla 2 völlurinn. Regla 3 keppnin. Regla 4 útbúnaður leikmannsins. Regla 5 að leika umferðina. Regla 6 að leika holu. Regla 7 leita bolta og finna og þekkja bolta. Regla 10 að ráðleggingu og aðstoð og regla 8 völlurinn leikinn eins og komið er á. Það er fyrir að Berta hann að hendur upp í hvort hann sé að spyrja með hvert strax. Berta, varstu með einhverju spurningu eða? Það er engin spurning hérna, þetta allt í góðu. Hvað segirðu? Var hann ekki bara að segja að hann heyrði í þér? Ég held að þá kom hendin upp. Já, ok, þá er þetta allt í góðu. Golfreglurnar, yfirleitt, í heild sinni standa þær á svona 2 meginhlutum. Það eru sem sagt reglurnar ásamt skilgreiningum og svo opinberu leiðbeiningarnar, hvernig við vinnum með reglurnar, í rauninni hvað það þýða. Það var alltaf gerð sérstök svona leikmannútgáfa, lítil svona vasabrotsbók, en hún hefur ekki verið gefin út síðan 2019, sem sagt var gefin út þá. Þegar reglurnar breyttust, þá voru svolítið svona viðamiklar breytingar. En í dag er þetta komið í app í símanum. Reyndar enn sem komið bara á ensku, en væntanlegt með íslenskri þýðingu vonandi fyrir sumarið. En þýðingin ætti að vera til í PDF-skjali á golf.is. Það eru ágætis upplýsingar á golf.is svona reglurnar. Eins og ég segi, opinberu leiðbeiningarnar eru sem sagt hvernig við túlkum reglurnar, hvernig verklag nefnda varðandi mótahald, varðandi merkingu vallar og svoleiðis hluti, og svo bara skýringar hverja reglu.
á golf.is eru sem sagt all lög og allar reglugerðir GSI, töluvert mikið af skjölum fyrir dómara og á heimasíðu ROA eru sem sagt allar golfreglurnar. Það er þeir eru með ágætis spurningaleik sem er svona gott að æfa sig í reglunum á. Og þar er hægt að taka í rauninni svona áþekkan golfregluskóla eins og við erum með núna og heilmikið efni bara allt sem við kemur golfleiknum. Og ég hvet alla til þess að ná sér í þetta app í símann og skoða þetta. Þetta er mjög gott. Já, og þetta er sem sagt dagskrá kvöldsins, eins og við fórum yfir áðan. Við tökum þarna smá hlé einhvern tíma, einhvers staðar á milli, 5, 6, 7. Þannig að við finnum bara hvenær er þörf á því að standa aðeins upp. Og þá bara vindum við okkur í þetta. Regla 1, grundvallaratriði. Já, á spjallinu í fundinu, já. Þið sjáu það er þarna spjallrammi niðri hægra megin þar sem þið getið hent inn spurningum skriflega ef þið eru eða ef þið viljið það, frekar en að bera hana upp svona í hljóði. Þessi regla er sem sagt leikurinn, hegðun leikmannsins og reglurnar. Leiktu völlinn eins og þú kemur á honum og boltanum eins og hann liggur. Þetta er svona nokkuð basic eins og allir þekkja, en svo eins og við vitum að það var heilmikið af en í öllum þessum reglum. En leiktu samkvæmt reglunum og í anda leiksins, þú ert ábyrgur fyrir að beita sjálfa þig vítum ef þú brýtur reglu, þannig að þú hagnist ekki gagnvart mótherja þínum í holukeppni eða gagnvart öðrum leikmönnum í höggleik. Regla 2, fjallar viðmið hegðun leikmanna. Komdu fram að ráðvendni, sýndu öðrum tillitssemi og hugsaðu vel völlinn. Nefndin sem er þá mótsnefnd í hverju móti getur sett svona sín viðmið í háttsemi sem eru þá hluti staðregla með refsingu sem geta verið annað víti eða frávísun. Hérna eru svona almenna staðreglur GSI hegðun leikmanna. Það sem að hérna er þetta ekki nógu stórt? Sjá þetta ekki allir? Þetta var að stækka næstu svona. Og hérna sjá menn svona hvernig þetta stigmagnast ef að menn eru að láta ekki af háttsemi sem að er ekki anda leiksins. Leikmaðurinn er alltaf ábyrgur fyrir að kunna reglurnar og við beitum vítum þegar að við á. Og stigvíta eru svona einsöksvíti eru þá ætlaður ávinningur er lítill, leikmaður tekur lausn og leikur á öðrum stað heldur en upphaflega. Almennt víti, þar sem að ávinningurinn er ætlaður verulegur, þá ertu með 2 högg í höggleik eða holutap í holukeppni og frávísun
að þá hafa menn gríðarlega mikinn hagnað af brotinu eða hafa brotið alvarlega af sér varðandi hegðunarreglurnar. Helstu breytingar sem urðu 2023 á þessari reglu að það var svona einfaldara að ákvarða hvort að leikmaður eigi að fá einfalt víti eða margfalt víti ef hann brýtur margar reglur eða sömu regluna endurtekið. Regla 2 fjallar völlinn. Það er að segja svæði vallarins. Og svæði vallarins, þetta kemur ekki stærra hérna. Þau eru sem sagt 5 af almenna svæði, teigurinn, vítasvæði, glompur og flatir. Svo eru svokallaðir bannreitir sem eru þá annaðhvort hluti óeðlilegra vallaraðstæðna eða vítasvæðis. Og leikmaður má ekki leika bolta sem er innan bannreits eða ef bannreiturinn truflar stöðu eða sveiflusvið. Og helstu breytingar, það voru engar breytingar á þessar reglu 2023. Regla 3, keppnin. Þær eru svona 3 ólíkar víddir sem skilgreina keppnirnar. Það er sem sagt annars vegar hólukeppni höggleikur, einstaklingskeppni eða keppni samherja og svo keppni með eða án forgjafar. Hólukeppni, þá kepptum við einstaka hólur. Allir sem eiga hluta máli eru í ráshópnum, þannig að við menn eru svona sem ekki hafa áhyggjur af öðrum leikjum á vellinum, annars staðar á vellinum. Leikmenn mega gefa högg, hólu og eða leikinn. Leikmenn verða að gefa upp réttan höggafjölda ef þeir eru spurðir hvað þeir eru konum með að höggum. Höggleikurinn hins vegar, þar þurfa menn að hafa það í huga að þeir eru að keppa við alla á vellinum. Og sigurvegarinn er sá sem leikur á fæstum höggum, brúttó eða nettó. Það verður alltaf að ljúka leik í holu. Hver leikmaður keppir við alla aðra leikmenn í keppninni og skorkort staðfesta árangur leikmanna í keppni. Helstu breytingar sem urðu á þessari reglu 2023 er að hægt er að setja staðarreglu svo leikmenn losni við frávísun þó undirritun vanti á skorkort. Og að leikmenn í höggleik bera ekki ábyrgð lengur á forgjöfinni sem sýnd er á skorkorti. Það er í raun og orðin ábyrgð nefndarinnar eða mótanefndar í hverju móti að forgjöfin, að rétt forgjöf sé sýnd á skorkortinu. Þá er regla 4 og Bergsveinn ætlar að taka við hérna augnablik. Já, góða kvöldi. Ég heiti Bergsveinn. Davíð er núna búinn að fara yfir svona þetta grunn, þetta undirstuðu gólf leiksins. Ég ætla að segja að byrja svona að fara yfir reglur sem að kemur að svona refsingum og úrskurðum og öðru slíku. Og regla 4 sem fjallar útbúnað leikmannsins. Hvaða leikmaður má vera með í gólfinu
hvernig má nota hann og hvaða viðurlög eru við því að menn nota þetta rangt. Fyrsti hlutin í reglu 4 fjallar um kylfurnar og kylfan þarf að uppfylla kröfur útbúna reglana. Davíð minntist á þarna áðan R&A, randa.org, þar sem er fullt af efni. Það skal ég útskýra að þetta R&A, þetta er Royal and Ancient golfklúbb sem er í Skotlandi og sá golfklúbbur er rauninni ábyrgur fyrir golfreglum fyrir Evrópu og Asíu, eða allt sem er fyrir utan Bandaríkin í rauninni. Bandaríkin er með USGA sem er reglubandalagið þar og þessar reglur sem við erum farið yfir núna eru sameiginlega reglur R&A sem er Royal and Ancient fyrir Evrópu og USGA fyrir Bandaríkin. Smá svona hliðarspjall þetta að það er rétt að benda á að þegar þið horfið á PGA í sjónvarpinu að það er einkafyrirtæki og það er sem sagt ekkert endilega að nota reglurnar sem við erum að fara eftir. Þannig að þegar sjáum úrskurðið þar ekki gefa ykkur að það sé rétt úrskurðað fyrir okkur hérna á Íslandi. Það er svona hliðarsk. Þeir eru með alls konar reglur sem að staðarreglur og fleira sem við erum ekkert að nota. En kylfurnar, stór hluta af reglunum satt að sjálfsögðu það sömu. Á þessari síðu R&A er hægt að sjá yfirleitt yfir kröfur, hvaða kröfur er gerðar til kylfanna og búnaðarins. Og ég ætlum ekki að fara yfir það hér, það er allt á flókið hvaða með var djúpar rákir og hvernig með yfir í læginu, að skött er með löng og svo raggflötur stór og svo framvegis. En við göngum bara út af því að við höfum öll keypt kylfurnar út í búð og það séu löglegar. Þá er að næsta hvernig megum nota þær. Fyrsta sem við fjallum í 4.1 er að ef að kylfa skemmist á meðan að leika golf, þá megum við halda áfram að nota kylfuna, þó hún sé uppfyllir ekki lengur kröfu kylfur, en við megum ekki leggja af stað í næsta hring með sömu kylfuna skemmda. Við megum að halda áfram að nota kylfuna, við megum líka laga hana eins og hægt er, eða við megum skipta henni út ef hún skemmist, við eðlilegan leik, ekki ef við brjótum hana viljandi. Vegna utanaðkomandi áhrifa, keyrði einhverja golfbíl yfir hana, eitthvað við líka, sem kemur okkur ekki við, eða vegna náttúruaflanna. Þetta er svolítið skemmtilegt að nota þetta orð, náttúruaflanna. Til dæmis ef hún missi kylfuna, þá er það þyngdaraflið sem er eitt af náttúruaflunum sem skemmdi kylfuna. Þannig að bara við séum ekki að kasta henni eða skemma hana viljandi. En svo að við megum sér að skipta henni út, en það eru skilyrði fyrir því ef við skiptum henni út að við megum ekki tefja leik með að bíða eftir einhver keyri heim og ná í kylfu fyrir okkur. Við megum vera með max hámark 14 kylfur í pokanum og ef við byrjum með færri en 14 þá megum við bæta við kylfu hvenær sem er á leiknum á hringnum eða tefur ekki leik. Þá megum við hringja heim og biðja, ég veit ekki hvort það hægt að segja, ég ætti að segja að það má biðja mömmu að koma með kylfu. Krakkarnir gera þetta oft, gleymdi kylfunni heima eða út á æfingarsvæði. Þá hringja við mömmu og biðja hann að sækja hann og koma með hana. Það er í lagi ef við lögum á stað með færri kylfur. En ekki undir einu kringumstæðum megum við að lána kylfu hjá leikmanni sem er að leika á vellinum. Þannig að við verðum alltaf að leika með okkar eigin kylfu. Þið þarf bara að hendið inn, ef það eru spurningar, þá hendið þið bara inn á spjallið og Davíð fylgist með því. Ef þið viljið spjalla þá réttið upp hönd og þá reynum við að finna tækifæri fyrir þetta. En við höldum bara áfram. Annar hluti af búnaðinum er boltar og þeir eru líka
með sama formerki að þeir verða að uppfylla kröfur útbúnaðar reglnanna. Það eru til boltar sem eru ekki samþykktir og allir við kaupum hérna í golfbúðum í lagi. Þegar við erum að leika bolta og hann komin í leik, þá eru spurningin hversu vel endist hann og við megum hvenær sem athuga hvort það sé lagi, hvort það sé skemmdur, hvort það sé skorinn eða sprunginn. En í þessu þá verðum við alltaf, hvers skipti sem við ætlum að snerta bolta sem í leik, þá verðum við alltaf að merkja hann fyrst. Það er nánast alltaf. Í þessu tilfelli verðum við að merkja staðsetningu boltans til að lyfta það hvort það sé skemmdur, en við mögum ekkert hreinsa hann. Við mögum ekki þurrka á hann neina óhreinindi til þess að hvort það sé skemmdur. Mönnum kann að finnast þetta kannski einkennilegt. Hvernig á ég að sjá að bolti sé ónýtur ef ég má ekki hreinsa hann, hann allur í mold. En á móti kemur, ef það mætti, þá getum við alltaf sagt þegar ég ætla að hvort það sé skemmdur og þrífa boltan. Þá getum við alltaf fengið að drífa boltan okkar sem er náttúrulega ekki hluti að leiknum. Þannig að það er svona skýrir á hverju megum ekki þrífa hann í þessu tilfelli. Nú, ef boltinn skorinn eða sprunginn, þá megum við setja annan bolt í staðinn. Hvenær hann skorinn eða sprunginn? Það þarf að vera skemmt. Það þarf að vera rispaður bolti, slitinn bolti, hann er ekki skemmdur. Bolti sem lendir á malbiki eða steypu og rispast, hann er ekki skemmdur. Hann þarf að vera annarkoð sprunginn eða djúp skora í honum, hann sé virkilega skemmdur. Nú, hvernig megum við nota búnaðinn? Og hvaða búnað megum við nota rauninni? Við megum nota búnað til að aðstoða okkur í leik. Svona almennt. Og þá að vera að tala við megum náttúrulega vera með regnhlífar, við megum vera með fjarlægðarmæla og annað slíkt. En leikmaður má aldrei fá hugsanlegt forskot með að nota búnað, annan í kíló eða bolta, eitthvað annan búnað, sem minnkar þörf á fyrir nauðsynlega hæfni eða dómgreind til að takast á við leikinn. Við ætlum ekki koma hallamál með okkur og setja þá flötinn til að sjá hvernig það hallar. Annars líka búnað sem og við megum ekki nota regnhlífina til þess að setja boltann í holu. Við megum ekki nota búnað á einn óeðlilegan hátt. Þetta er svona það helsta notkunin á búnaðinum. Breytingarnar sem ástæðan fyrir, bara að segja ykkur það, ástæðan fyrir við höfum að segja hérna breytingar 2023. Og 2019 voru gerðar rosalega mikla breytingar á golfreglunum. Þær voru skornar upp og allir dómarar þurftu að taka próf upp á nýtt og til að fá réttindi samkvæmt nýju reglunum. 2023 eru 4 ár liðin og þá kom inn reglubreytingar, það gera það alltaf á 4 ára fresti, en þær voru svo litlar að það var ekki talin ástæða til þess að fara í einhver endurmenntun dómara. Og þeir sjáu það á þessu námskeiði, þegar við erum að sýna hvaða breytingar eru 23, að þær eru mjög veigalitlar. Þannig að við tökum það bara með svona áréttingar, hvaða breytingar voru 23 og að reglu 4 að þá breytist þetta að megum núna lagfæra eða skipta kilvi og skemmist við eðlilegan leik. Fyrir 2023 þá máttu við ekki kempa nema að væri staðaregla um það. En það var hægt að setja staðareglu sem leyfði þetta, en núna er hún bara komin inn í golfregluna 2023. Og þetta er ekki flókin regla, þessi regla 4, en nauðsynlegt að við séum með hann á hreinu.
Regla 5 næsta regla sem að leika umferðina. Við erum kannski að fara svolítið hratt yfir miðað við það sem lítið að spurningum úr sal eins og ég segjum, en við höfum alveg nóg efni til að fara yfir. Ekki bara alltaf. Jú. En finnst fólki þetta vera á hratt eða? Nei, Þetta er fínt. Ok, þá bara höldum við svipuðu tempói og ég sendi það bara inn í skilaboðin að hægið á okkur strákar og slakið á eða eitthvað ef að þið viljið að við bremsum okkur niður. Við þolum það alveg. Skellum kannski á okkur en við þolum það. Nú regla 5 að leika umferðina og að leika umferð rauninni að leika þá umferð í keppni sem að hefur verið ákveðin af nefndinni. 9 holur, 18 holur, holukeppni þangað til búin. Annar búinn að koma með það margar holur yfir að þeir keppa jafna leik. Þannig að það svo þetta umferð. Og það eru nokkrar svona undirreglur hvernig varðandi að leika umferðina. Og fyrsta sem skiptir máli æfing á vellinum. Hvenær megum við æfa á vellinum fyrir eða á milli umferða. Í holukeppni og höggleik eru mjög mismunandi reglur oft og það rétt að ítreka það við ykkur verðandi dómara eða dómara sem að rifja upp að við þurfum að glöggva okkur yfirleitt á holukeppnisreglum ef við erum að fara að dæma í holukeppni hver munurinn er. Og þarna kemur dæmi mun á þessu varðandi æfingar að ef þú ert að fara í holukeppni þá megum við æfa okkur á vellinum fyrir og á milli umferðar. Það engin takmörkun hvað við megum æfa mikið á vellinum í holukeppni. Í höggleik aftur á móti þá megum við æfa okkur á vellinum milli umferða en ekki á vellinum fyrir þá umferð sem að fer fram. Þegar umferðin er búin þá megum við æfa á vellinum þann dag en ekki lengur en til miðnættis, þá komin nýr dagur. Í höggleik eins og í meistaramóti þá ekkert í golfreglunum sem bannar okkur að æfa þegar við erum búin að keppa einhvern daginn. En það getur verið, mótshaldari getur bannað það. Það getur bara takmarkað æfingar á vellinum. En golfreglunar heimila það öðru leyti. Nú, annað æfingu að við megum ekki með við erum að spila umferðina slá æfinguhögg eða æfa okkur. Við megum ekki slá æfinguhögg að við erum að leika holu eða á milli hóla. Það eru undantekningar að sjálfsögðu eins og Davíð sagði, alltaf undantekningar. Við megum aldrei taka æfinguhögg úr glopp með við erum að leika umferð. En við megum þó æfa pútt og við á eða nærri, eins og segir þarna, flöt þeirrar holu sem varst að ljúka og á æfingaflöt en nálægt ykkur. Við megum gera það við þeir og næstu holu og skilyrðið alltaf ef það tefur ekki leik. Nú skulum við aðeins staldra við og hugsa, ég veit ekki hvers mörg ykkar mun eftir uppákomni sem var á Akureyri þegar menn fengu þarna að lenda í dómstól GSI og áfrýjað og alls konar út af því að menn voru að fá refsingu fyrir að æfa pút. Það á öllum mótum GSI eru staðareglur sem gefnar út á vorin og gilda fyrir öll mót GSI það árið. Og í mörg ár hefur það verið þannig að menn mega ekki æfa pút á flöt sem voru ljúka við
í höggleiksmótum. Í holukeppni hefur þessi regla ekki gilt, held ég megi fullyrða, en í höggleiksmótum hefur GSI sett þessa staðareglu að það megi ekki æfa pútt á flötur hvort að klára og refsingin er almennt víti, það er 2 högg. Það er eitt sem að rétt að þetta ekki athygli á að eftir að menn eru komnir á teig og út á völl og eru að fara að hefja umferðina í höggleik og fara á teiginn og slá einhverjum bolta út í sjó af teignum, þá eru það að skapa sér víti að þeir megi ekki æfa á vellinum fyrir umferð og fyrsta skiptið 2 högg í víti og ég held að ítrekkubrot séu síðan bara frávísun, fær ekki vera með. Annað líka í þessu sem að ég man ekki hvort það farið yfir á þessum glærum en rétt að ítreka, ég kemur fram í skilgreiningum eða í handbókunum sem flóknari, að ef þú lappar inn á 18. flötina áður en hefur leik og strýkur grínið til þess að finna hvernig grínið þá ertu búin að skapa 2 högg í víti á sama hátt eins og sért að æfa. Ef menn að finna hvernig slátturinn á flötinu og rúla bolta á flötinu eitthvað slíkt, þá það sama, það má ekki. Nú, umferðin, hún hefst að við verðum að leika á réttum tíma. Við verðum að hefja umferðina okkar ástíma, hvorki fyrr né síðar. Það mun kannski fyrst þetta skrítið, en við verðum að vera tilbúin að hefja leik á okkar ástíma. Og þegar við tölum ástíma, þá er rétt að hafa í huga að við eigum ástíma, segjum klukkan 9, við erum mætt á teig 10:09 og það formlegur ræsir og ræsinu segir okkur fara út ef allir tilbúin 5:09, þá það í lagi. Eins ef ástími tefst og ræsirinn að fylgja okkur hlaði, þá engin refsing að sjálfsögðu við því að fara seint út af því að aðstæður voru slíkar. En ef allt á tíma og allt eðlilegt og ræsir á staðnum og allt slíkt, þá þurfum við að passa okkur að fara hvorki á snemma né á seint. Ef við brjótum þessa reglu þá það frávísun með 3 undantekningum. Við megum koma að hámarki 5 mínútum of seint. En það þýðir að við fáum almennt víti. Í höggleik þá það 2 högg og í holukeppni þá það holutap og hugsanlega bara það frávísun ef þú kemur of seint, því þá enginn til að keppa við. Þá leikmaðurinn mótherinn að geta að fara á holu 2 og bíða eftir þar. Þannig að hann má bíða í 5 mínútur og mætir ekki, þá bara leikurinn tapað. Sama gildir ef þú fer snemma á stað, það líka almennt víti. Síðan í 3. dæmi þannig að sérstaka kringumstæður komið í veg fyrir að leikmaður geti hafið leik á réttum tíma. Vítalaust. Þarna við samt sem að tala þessar 5 mínútur, en ef við höfum lent í umferðarslysi eða verið vitni að umferðarslysi og við þurftum að gefa upp nafn og símanúmer eða stoppa bráðablaðinga eða eitthvað sem var til þess að við komum 5 mínútum of seint, þá getum við losnað í vítið. Ef það eitthvað svona sérstaka kringumstæður sem nefndi getur heimilað niðurfellingu og refsingu. En segi ég tafðist í umferð, það var að malbika Kringlunarbrautina, það ekki gild ástæði fyrir að koma seint. Heldur ekki aðra götur. Nú að leikaumferðina,
Óþarfa tafir, leiki rösklega er regla sem skiptir okkur alltaf meira og meira máli. Við viljum að það sé leiki rösklega og reglurnar krefjast þess. Við eigum að hleypa hraðir rásópum fram úr ef við hefum tafist við að leita að boltum eða eitthvað slíkt, eða það er hugsanlega 2 manna hólf fyrir aftan sem alltaf að bíða og það pláss fyrir framan okkur til að hleypa fram úr og þá ber okkur að hleypa fram úr. Við eigum alltaf að vera eins fljótt að við getum byrjað að undirbúa næsta högg. Við getum komist að boltanum að byrja strax að undirbúa höggið og vera tilbúin að leika þegar röðin kemur að ykkur. Þetta er í golfreglunum. Síðan aftur á móti í golfreglunum er mælt með því að leika með tilbúið. Að leika þegar við erum tilbúin, það er ready golf. Ekkert endilega sá sem er fjærstur hólu á að leika fyrst, ef hann er ekki tilbúin, þá má sá sem er nær hólu leika í höggleik ef hann er tilbúin og truflar engan annan. Síðan eru hægt að setja staðarreglur og GSI er með staðarreglur leikhraða. Þar sem að það er bara hámarkið er 40 sekúndur. Og menn geta verið tímamældir og refsingar eru síðan í staðarreglunni. Fyrsta skipti sem voru lengi þá var það áminningu, annað skipti fyrir 1 högg, þriðja skipti fyrir 2 högg og í 4. skipti þá þú sendur heim og ert ekki meira með í mótinu. Kannski svolítið harkari fyrir mörnum en bara vandamál oft og við séum núna LPGA eða kvennagólfi í Bandaríkjunum eða taka á þessu og fara að setja mun harðari reglur og þau eru að reyna að komast aftur niður í 5 klukkutíma hring. Hringurinn þeim er 5,5, það er þeir að kvarta þá og vilja komast niður í 5 tíma. Við viljum fara úr 4,5 niður í 4. Og til þess að útskýra þetta þá ætla ég að vera með smá myndband og ég vona að hljóðið skilir sér til ykkar. Þetta sýnir svona hvað við erum að slást við dagsdaglega. Þið þekkið örugglega þennan kauða sem er á myndbandinu. En þið megið til gamans taka tímann hvað hann er lengi við að leika og hvernig hann hagar sér. Skulum sjá þetta myndband. I really think we need to pick up the pace. We're holding them up. Thanks.
Það er kannski, ég veit ekki hvort það tóku all tíman, það er kannski ekki tíma til að spjalla mikið þetta, en mér minnir að ég hef tekið tíman á sín tíma að þetta séu 80 sekúndur nánast í báðum tilfellunum, mínútu og 20, sem er tvöfalt það sem við viljum að sé hámarkstími. Þannig að þetta, ef allir létu á þessu hraða, þá væri hringindi langir hjá okkur. Þannig að við veitum að það er sammála, það er ekki hægt að heyri okkur öllum. En þetta er ástæða fyrir við viljum að menn séu tilbúin að leika. Þarna þegar hann sló fyrrahöggi þá gat hann verið búin að mæla, hann gat verið búin að velja kylfu, hann gat verið búin að gera þetta allt sem hann áður en að röðin kom að honum, nota tíman meðan hún var að leika í að undirbúa sitt högg. Þegar hann kom á flötina og meðan hún var að púta, þá gat hann verið búin að skoða hallan sama tíma og hún. Hann gat verið búin að gera við boltafari sem var þarna einhvers staðar á leiðinni hjá honum. Hann gat verið búin að undirbúa höggið mun fyrr og þurfti ekki að eyða öllu þessum tíma einn og sér meðan aðrir biðu. Nú helstu breytingarreglu 5 er að sem nú má æfa á velli öðrum hólum en hann fer að keppa á. Þó sé ekki vallamörk á milli. Við getum tekið dæmi Leirdalurinn og Mýrin hjá GKG. Þeir eru hlið við hlið og engin vallamörk á milli nema á einhverju einni eða tveimur brautum. Þá megum við æfa okkur á Mýrinni áður en við keppum á Leirdal og það er meira að segja ein sameiginleg flöt á vellinum, 14. á Leirdalnum og 5. á Mýrinni, það er sama flötin og það er í góðu lagi að menn æfi þar. Því að þó það er annað völlur þó sé ekki vallamörk á milli. Það kom inn 23. Ég vona að þetta dýri, þá er það eiginlega bara regla 6 ef að Davíð vill. Hann á fulla að svara spjalli hér. Þannig að leyfa honum að ýta á færsluknappinn eða entertakkan áður en hann tekur við. Já. Þá skipti á er það stúdíóinu. Herri, já, við tökum núna reglu 6, hún er svona, held ég, minni mig lengsta af þessum reglum og við erum svolítið að taka smá pásu og stöndum aðeins upp eftir hana. Herri, regla 6, að leika hólu. Leika verður boltanum innan teigsins sem þýðir að hluti boltans verður að snerta eða hanga yfir teignum. Og teigurinn á að vera 2 kylfulengdir aftur. Það er svona mælstið þess að menn hafi það pláss til þess að koma sér fyrir. Hefja leikahólu. Þú hefur hafið leikahólu þegar þú slærð högg til þess að hefja leik á hólunni. Og leika verður boltanum innan teigsins. Og að sjálfsögðu á réttum teig. Ef þú slærð bolta utan teigsins þegar þú ert að hefja leikahólu, þá færðu almennt víti í höggleik og boltinn er ekki leik. Þú verður að leiðrétta mistökin og leika innan teigsins. Högg sem slegin voru áður en mistökin voru leiðrétt gilda ekki. Og sama regla gildir ef þú leikur röngum teigmerkjum á sömu hólu eða á annarri hólu. En í hólukeppni
þá er ekki víti fyrir að leika boltanum innan teigsins, eða utan teigsins, en mótherinn getur aftur kallað höggið ef honum sýnir svo. En hann verður að gera það áður en að annarkur eitthvað slær næsta högg. En ef að hann gerir enga athugasemd, að þá bara gildir höggið og menn halda áfram að leika sínum boltum. Leika má bolta að 10 sem er í eða á jörðinni. Þetta er höggleika. Nei, við fórum yfir hólukemna. Já, og höggleika líka. Já. Að leika boltanum að tegnum. Leika má bolta að 10 sem er í eða á jörðinni eða bara af jörðinni sjálfri. En þú verður að leika af samþykktum 10. Það er sem sagt eins með 10 eins og boltana og kilvurnar og það eru ákveðnar reglur sem gilda lengd og annað á 10. Tí sem að hafa einhverja eiginleika til þess að láta boltan hegða sér einhvern veginn öðruvísi eins og myndin er að fatta, þessi anti-slice tí og svona eru bönnuð. Allt sem getur haft óeðlilega áhrif á boltan. Regla 6.3, skipta bolta. Ákveðnar reglur leyfa að skipta bolta. Þegar þú tekur laust, máttu nota upphaflega boltan eða annan bolta. Einnig þegar þú leikur aftur þaðan sem þú slóst síðasta högg. Þegar þú leggur bolta aftur á tiltekinn stað, máttu ekki skipta bolta. Sem sagt, þegar að, til dæmis eins og ef það eru leyfðar færslur og þú ert búinn að gera færsluna. Það er ekki gott. Þú mátt ekki skipta þegar þú ert búinn að leggja hann aftur. Nei. Þegar þú ert búinn að taka þessa kilvulengdafærslu, búinn að leggja hann, þá máttu ekki taka hann upp og skipta hann. Þú verður að gera það áður en þú tekur þessa kilvulengdafærslu. Og svo er þetta, sem sagt, Það var að byrja að fara í 6 betur. Sex 2. Þú útskýrðar 6-2 í reglulega betur. Já, í reglunni sjálfri. Það er bara kommentina. Þegar Björn á Hvað segir 6-2? Björn, hvað hann á við? 6-2 B6. Hvað á við? 6-2 B6. Ég get alveg útskýrt hvað þið eru að hugsa. Já, þegar boltinn liggur á teigsvæðinu. Já, ef hann verður 10 upp Já, og svo er annarkvort vindhögg eða þá að boltinn dettur af 10. ef að það gerist að þá, og hann fer ekki fram fyrir teigmerkin, þess að fer ekki út fyrir teiginn, þá máttu 10 upp aftur. Ok. Og þú rauninni þarft ekkert endilega 10 á þeim stað þar sem það var 10, þú mátt bara 10 upp einhvers staðar innan teigsins aftur. Höggi gildir sem högg og þú ert þá bara að taka högg 2. Já. Já.
En hvernig virkar þessi vítisregla? Og hann dettur á 10 Já, og fer ekki út fyrir teimerkin. eða það sem þú ert að spyrja Björn. Já, en samtengt þessu segi hérna, víti fyrir að leika bolta frá röngum stað. Andstætt reglu 6.2b6 sem almennt víti samkvæmt reglu 14.7. Já, þetta, sko, meðan að boltinn innan teigsins, þá máttu 10 upp. Það bara ef hann fer fram fyrir teigmerkin sem hann bara í leik þar og þú að slá hann þar. Og þetta eitt sem að þú sér þetta í skilgreiningunum, þú veist, og eins og Ragnar segir, það bara ef hann liggur innan teigsins. Ok. Það ég veit ekki hvort ég alveg að þetta í mjömrann, ég í spjallinu líka, en ef þú slær bolta af teig og hann fer út á teignum og fer í grjót og kemur tilbaka á teiginn aftur og hann endar innan teigumerkjana, þá máttu 10 upp högg númer 2. Boltinn þarf bara að staðnæmast innan teigsins, alveg sama í rauninni hvert hann fór í millitíðinni. Ef hann kemur aftur inn á teiginn, þá máttu 10 upp. Ok. Og það bara alltaf högg 2. Já, það ekkert víti fyrir það, þú bara 10 og slær bara þá næsta högg. Ok, takk. En maður líst þannig að í tilfelli þess að ef boltinn fýkur af 10 í sveiflu, að við komum upp á Selfossi hérna fyrir 30 ára þegar ég var til að meistaramót, þannig að kylfingurinn að stoppa sveifluna áður en að fór í framsveiflu. Já, þá ekkert högg. Þá ekkert högg. Nei, þá bara 10 boltan upp aftur og slærið hann og það bara fyrsta högg. En ef kylfingurinn hefði farið fram fyrir 10, þá það högg. Og menn hafa séð, margir hafa séð það nú frægt myndband að taka út það sem hann stoppar í rauninni í miðri framsveiflu sem að enginn skilur hvernig þetta hægt. En þá það ekki högg. Flettiðu skilgreiningunum á höggi. Þá skýrst þetta svolítið betur. En hvert vorum við nú komin? Já, skipta bolta. Ákveðnar reglur leyfa að skipta bolta. Þegar þú tekur laust máttu nota upphæla boltan eða annan bolta. Einnig þegar þú leikur aftur þaðan sem þú slóst síðasta högg. Þegar þú leggur bolta aftur á tiltekið stað máttu ekki skipta boltan. Nema ef þú getur ekki endurheimt upphælega boltan með eðlilegri fyrirhöfn innan nokkra sekúnda, að boltinn sé skorinn eða sprunginn, þú sért að hefja leik aftur eftir frestun og upphælega boltanum var leikið sem röngum bolta af öðrum leikmanni. Hvað nei, já, og sjá. Og helstu breytingar á reglu 6. Víti fyrir að skipta bolta þegar það má ekki enn og 1 högg í stað almenns vítis. Það með reglu 7, bara taka svona 5 mínútur. Já. Klósa upp að kappa sig. Það ekki? En hvernig verður setið spurningarnar og svörin inn með þínu? Ég veit ekki hvort þau getur það, en ef ekki þá skal sjá hvernig ég geti afritað spurningarnar og svörin og spjallinu og sendt ykkur. Það væri rosalega gott ef það væri hægt.
Við skulum nú reyna það. Ég hef aldrei gert það, en ef ég get það, þá gerum við það. Takk. Við ætlum að taka Heyrðu, 5 mínúta Já, hlé og núna. taka svona 5 minúta pásu. Áður en við förum í reglu 7. Við erum aftur til 5 mínútur.
Já. Dómar. Dómarénend. Ég er að skrifa það. Jú. Herri, já. Hefur þá ekki bara gera þetta í gang? Regla 7. Leita að bolta, að finna og þekkja bolta. Hvernig á að leita á bolta á eðlilegan hátt? Þú mátt viðhafa hóflegar athafnir til þess að finna og þekkja bolta. Þú mátt leita á eðlilegan hátt á boltanum með því að viðhafa hóflegar athafnir til þess að finna og þekkja, svo sem hreyfa við sandi og vatni, hreyfa og beygja gras, runna, trjágreinar og aðra náttúrulega hluti sem vaxa eða eru fastir. Ásamt því að brjóta slíka hluti en aðeins ef það gerist við aðrar hóflegar athafnir til þess að finna og þekkja boltann. Hvernig þekkirðu boltann? Með því að sjá hann stöðvast, með því að sjá auðkenni þitt á boltanum, með því að finna bolta sömu tegundar, merkis, númers og á ætluðu svæði þar sem það eru mennir svo sem samvarum og boltinn líki. Og ég held að sé, þú veist, bara ekki nóg hamraði við fólk og merkja boltana sína. Það hjálpar þér alveg ótrúlega mikið að merkja boltan. Því að menn geta lent í ótrúlegu vesenni með ómerktan bolta. Það voru svo sem engar sérstakar breytingar á þessari reglu. Varstu búin að fara í það? Já. Já, nei, ég glemdi, já, að lyfta boltanum þínum til að þekkja hann. Mátt lyfta boltan til þess að þekkja hann, mátt snerta á snúanum, en fyrst verður þú merkja staðsetningans. Ekki má hreinsa boltan nema því marki sem þarf til þess að þekkja hann. Og það er eins með þetta. Ég held að mér erist Bergsveit komið inn á það áðan með að merkja boltan. Það er, þú þarft ekki að merkja hann í öllum tilfellum, það eru ákveðin tilfelli það sem þurfið ekki að merkja hann, en ég mæli með því, bara svo að það sé aldrei neitt til þess að taka verð tímaði, bara, það er góð regla bara alltaf að merkja hann ef þú ætlar að lyfta honum. Alveg sama hvað, þó að þess þurfi ekki, það er gott að stinga niður tíinu, þá verði engin mistök. Bara árið þetta sem hann er að segja að reglunar eru þannig að því að þið erum að vera dómarar að reglan er henni svo að þú þarft að merkja boltann alltaf ef þú ætlar að setja hann aftur á sama stað þá verður að merkja hann. Ef við erum að taka laust, láta palla eða setja hann á annan stað þá erum við ekki skuldbundin til að merkja hann fyrst. En það hjálpa okkur alltaf að merkja til að vita hvað hann var svo við séum að taka rétt að lausn var ekki langt frá staðnum og svo framvegis. Það er bara mjög gott, bara venja sig á alltaf að merkja við það. Og sem sagt, engar sérstakar breytingar á þessari. Þá förum við í reglu 10. Með ráðlegging og aðstoð. Það eru takmörk hvaða ráðleggingar og aðstoð leikmaður má fá. Þú mátt ekki ráðleggja neinum í keppninni sem er að leika á vellinum. Þú mátt ekki biðja neinn ráð annan en kylfuberðin. Þú mátt ekki snerta útbúna annars leikmanns til þess að öðlast upplýsingar sem teldust ráðleggingar ef þær veru veittar af hinu leikmanninu. Kylfuberi stendur aftan við leikmann. Takmarkanir við að kylfuberi standi aftan við leikmann.
Þegar leikmaður byrjar að taka sér stöðu fyrir högg og þar til höggið hefur verið slegið, má kilvubyrji ekki standa vísvitandi á eða nærri framlengingu leiklínu þinnar aftan við boltann. Leikmaður getur komist undan víti með því að stíga upp úr stöðunni. Sjáum hérna svona mynd af þessu. Og erum við hérna, skulum við sjá hérna myndband af hvernig þannig að sjáum við að hún færi sig til hliðar þegar hann gengur að boltanum. En þarna stendur hún bara beint fyrir aftan hann og þetta er bannað. En þarna í rauninni getur hann stigið eitt skref aftur á bak, hún fært sig og hann tekið sér aftur stöðu og þá fær hann ekki víti. Og helstu breytingar á reglu 10. Nú má aldrei leggja niður hlut til þess að auðvelda leikmanni að átta sig á leiklínunni, til dæmis í blindum höggum. Þú mátt ekki leggja kylfu til dæmis niður fyrir framan fæturnar á þér til þess að sjá í hvaða átt þú ert að leika eða Það mátti ekki heldur að blind höggskilur. Já. Hluta á hæðina. Nei, já, eins og ef þú ert að slá yfir hæði eitthvað, leggja eitthvað niður á hæðinni eða svoleiðis. Og já, hérna kemur það með stöðuna að leggja ekki niður eins og margir gera stundum að leggja niður kylfu fyrir framan tærnar til þess að sjá hvort að staðan sé rétt og svoleiðis. En þú mátt halda á kylfunni eins og margir gera í svona mjaðmahæð til þess að svona laga stöðuna hjá sér. Það er allt í góðu, en bara alls ekki leggja hana niður og sleppa henni. Heyrðu, þá er það síðasta regla kvöldsins. Völlur í leikinn eins og komið er á hann. Heyrðu, og Bergsveinn ætlar að taka hana hérna. Já, endilega verður duglega hendur spurningum. Við áttum svo sem vona að við verðum vel á undan áætlun, en regla 8, hún er svolítið viðamikil í umfjöllun allavega hjá okkur, vil ég meina, og við gefum okkur bara tíma í hana. Bara það sem Davíð var að segja áðan með kattíinn fyrir aftan, að ef að kattíinn stendur þar eftir að við byrjum að taka okkur stöðu. Það er ekki ef hann stendur þegar við sláum, heldur við megum ekki standa þegar hann byrjar að taka sér stöðu. Ef hann gerir það, að þá fáum við 2 högga eða almennt víti fyrir það, nema leikmaðurinn standi líka og fari líka í burtu og taki sér stöðu alveg upp á nýtt. Það sé að reyna, þetta er alvarlegt brot. Regla 8, völlur leikinn eins og komið á hann, þetta er svona eina grundvallar hugsunum í golfinu,
við leikum bolta völlin eins og við komum að honum og boltanum eins og hann liggur og það er svona grundvallarreglan í golfi. Grundvallarreglan leiksins, leiktu völl eins og kemur að honum og boltanum eins og hann liggur. Þú verður að sætta við aðstæður sem hafa áhrif á höggið og ekki bæta þær áður en slær boltann. Við megum að sjálfsögðu kaupa okkur lausnir, dæma bolta áslálega og annað slíkt og kaupa okkur lausn sem kostar 1 högg eða svo. En við megum aldrei breyta aðstæðum. Við erum með í þessari reglu eitthvað af myndböndum og við skulum sjá bara fyrsta myndbandið. Það er ekki hljóð með öllum þessum myndböndum, þannig að við bara leiðum þessi í gang. Þarna sjáum við að hún er að ýta niður svo torfur snepli fyrir framan boltann. Þarna hún stígur hann niður, þarna er hún að bæta leguna. Þarna er hún að fjarlægja sand. Sandur og laus jarðvegur er ekki lausung og megum ekki hreyfa það nema á flötum. Þarna sjáum við, það má ekki taka greinina frá til þess að bæta sveiflusviðið. Það verður að láta greinina vera þarna þegar það slær. Þarna er hann að byggja sér stöðu og það má hann ekki. Og þetta myndband er mjög sérstakt. Það er alveg örugglega allir með skæri í pokanum. Já, eins og þið sáu þarna eru menn að bæta annarkvort stöðuna eða sveiflusviðið eða legu boltans og það er rauninni almennt víti í hvert skipti sem við gerum þetta. Aðstæður sem bæta aðstæður sem hafa áhrif á höggið og eru óleyfilegar er að bæta legu boltans eins og þegar hún var að stíga niður fyrir framan eða aftan boltan eftir hvernig lítum á það. Bæta fyrir á stöðu þegar hann tekur greinina frá og tekur greinina úr sveiflusviðinu. Bæta fyrir á sveiflusvið þegar má taka það líka þegar hann klippir greinina í burtu, klippir laufblöðina af og þá er hann að bæta sveiflusviðið sem hann má ekki breyta aðstæðum. Það má ekki bæta leiklínuna, það geti verið eitthvað fyrir framan boltann eða eitthvað sem við erum að breyta áður en leikum boltanum. Og síðan, ef við erum að láta boltann falla til eitthvað lausn, þá megum við ekki laga svæðið eða bæta lausnarsvæðið. Við megum fjarlægja lausung á lausnarsvæði, þegar við mettum að fara yfir hvernig við tökum lausnir. En við megum ekki kjappa svæðið eða slétta það eða eitthvað slíkt áður en við látum boltann falla. Eða leggja maður niður, það megum við ekki gera. Þetta á ekki við, þetta sem við fjallum þarna, ef við erum að fjarlægja lausung eða hreyfanlegar hindranir, þá megum við sjálfsögðu gera það og það bætir náttúrulega hugsanlega sveiflusvið ef
er eitthvað í sveiflusviðinu sem er að fjarlæga kókflaska eða eitthvað við boltan, þá megum við taka það. Svona lausung eða hreyfanlegar hindranir, en þá erum við ekki að breyta vellinum. Og við erum að leika völlin eins og koma á hann. Nú, athafnir sem að bæta aðstæður sem hafa áhrif á höggið, að við megum svolítið ekki hreyfa, brjóta, beygja eða brjóta náttúrulega hluti sem vaxa eða eru fastir. Við megum ekki hreyfa óhreyfanlegar hindranir og þá er mikilvægt að fyrir ykkur dómarana að tryggja sem best að leikmenn kynni sér staðareglur. Það er oft í staðareglum sem er skilgreint hvað er óhreyfanlegt og hvað er hreyfanlegt á völlum. Það er líka rétt að þið kíkið í skilgreiningarnar sem er hluta reglunum. Að það eru listar upp ansi margir hlutir sem eru samkvæmt golfreglunum, óhreyfanlegir hlutir, eins og stígar, bekkir, ruslafötur, vökunarstútar og annað slíkt. Þetta er bara í reglunum. Vallamarkastikur og girðingar, þær eru óhreyfanlegar hindranir. Og það megu ekki undir einu kringumstæðum færa. Og síðan allt sem telst hluti vallamarkahlutar eins og þetta áðan. Og teigmerki á þeim teig sem leikið er frá. Við megum ekki færa þau. Ekki fyrir að búin að slá teighöggið. Ef við lendum á öðrum teig, upp í teigmerki og ef við leikum á aftari teigum, lendum á fremri teig, upp í teigmerki, þá eru teigmerkin ofta skilgreind sem hreyfanlegar hindranir á öðrum teigum sem megum þá fjarlægja áður en leikum næsta högg. Nú, við megum ekki stilla upp lausunga eða hreyfanlegum hindrunum svo til þess að byggja okkur stöðu, til að bæta aðstæðan okkar. Við veitum ekki hvernig hann gekk að slá þetta hann á myndinni, en hann er að greina með einhver göngutag sem stingur ofan í glompuna til þess að byggja sér stöðu. Þetta megum við ekki gera. Það er hluti að því að leika, völlin er að leika eins og koma á honum og boltinn er þarna við glompuna. Og við verðum bara að leika völlin eins og koma á honum, við megum ekki breyta honum með einum svona uppstillingum. Nú, annað athafnir sem að bæta aðstæður sem að áhrif á höggið, það er að við megum ekki breyta yfirborði jarðarinnar, það nú erum við að tala um vallarins, ekki jarðarinnar. Við megum ekki setja niður torfusnepil sem hjálpar okkur við að leika höggið. Við megum ekki fjarlæga ýta niður torfusnepli sem settur hefur verið niður ef hann hefur áhrif á sveiflusvið eða högg. Og við megum ekki búa til að fjarlæga holur eða jafna út ójafnir á yfirborði. Sjáum þarna á myndinni að ef að botninn lendir svona og torfusnepillinn er fastur, bekkir hreyfanlegar hindranir. Já, nema en séu festir eða það sé sagt að bekkir og það eru. Ok, það verður að leiðrétta mig, það er ágætt að einhver fylgist með mér, að bekkir séu hreyfanlegar hindranir, nema séu fastir eða það þungir og geta ekki lyft þeim, og þá er það óhreyfanlegir. Já, þá er það tekið yfirleitt fram í staðareglu að bekkir, að það ég láta þá í friði. Já, það er aftur, ég trygg að það er góð ábending, en það er rétt að lesa staðareglur líka. Hvað er skilgreint sem óhreyfanlegt. Nú er þarna aftur þessi torfusnepil sem er þarna fastur í jörðina, við megum ekki færa hann. Við verðum að leika boltanum eins og hann er þarna. Annars erum við að bæta stöðuna. Nú meira, við megum ekki fjarlæga ýta niður sandi eða lausum jarðvegi. Það telst ekki lausung nema á flötum. Og við megum ekki fjarlæga dögg, hrím eða vatn.
það er bara hluti af því sem við erum að eiga við, náttúruöflin, það er bara hluti af leiknum og við höfum aldrei fjarlægja döggrím eða vatn. Ef að staðarreglur leyfa að merkja lyft og hreinsa, þá var það sjálfsögum við lefta boltanum og þurrkan, en við höfum ekki þurrka döggina eða vatnið af brautinni eða af vellinum. Nú, þannig kemur smá myndband sem sýnir svipaða aðstöðu áðan, hvað er í lagi þegar við lendum í svona aðstæðum. Þarna tyllum við kylfunni niður til þess að miða, við léttum hana létt niður, við erum ekki viljandi að breyta legu eða sveiflusviðinu, þetta er bara að leika boltanum. Þarna er hún að taka sér stöðu í glompu, hún er ekki að byggja stöðu, bara að taka sér stöðu. Og þarna er greinin fyrir, hún má labba aftur og bak inn í þvert til þess að taka stöðu, það er í lagi, en hún má ekki taka sér grein þarna og til að bæta sveiflusviðið. Ok. Nú, það er nú samt ýmislegt sem við megum, það er ekki allt bannað, að við megum sem sagt leika á eðlilegan hátt á boltanum með hóflegum athöfnum. Við megum fjarlægja, þegar við tala um hóflegar athafnir, þá megum við ýta til grasi, við megum ýta til greinum, við megum sem sagt, svona á þess að vera rót og tæta á mikið, megum grafa í sand til þess að leita bolta í glompu. Þegar það er í lagi, við erum að leita að boltanum. Við megum fjarlægja lausung og bara kíkja á skilgreiningar hvað lausung er og hreyfanlegar hindranir. Við megum leggja kylfu sér létt niður fyrir framan eða aftan boltan eftir hvað við viljum, við erum að miða. En eins og sögðum áður, við megum ekki þrýsta kylfunni í jörðina til þess að búa til eitthvað svigrúm fyrir framan eða aftan boltan. Og við megum ekki snerta sand í glompu rétt fyrir framan eða aftan boltan. Við megum þetta ekki eins og var snerta glompuna með kylfunni áður við leikum. Við erum bara duglega að henda spurningu á Davíð, hann er góður ritari. Áfram, athafnir sem eru leyfðar. Við megum taka okkur trygga fótstöðu, sem þýðir að við megum, eins og hann gerði í glompunni, ýta sandi aðeins til hann að við rennum ekki til. Þetta á líka við sem svo malastík, við þurfum ekki að standa ofan á okkur laus grjóti, við megum aðeins snúa löppunum þannig að við fáum tryggari fótfestu. Eins og segir hérna, megum taka í stöðu með hólum athöfnum til að komast að boltanum og taka í síðan stöðu. Megum segja bakka inn í tré en ekki ýta henni frá sveiflusviðinu sem er óeðlilegar athafnir. Við eigum ekki kröfu og eðlilegri stöðu eða sveiflu. Það er bara við verðum að leika völlin eins og við komum á honum og boltanum eins og hann liggur. Við verðum að nota athafnir sem valda sér minnstu truflun þegar við glímum við þessar aðstæður. Það er svolítið svona að koma á sér, eins og einhver sagði. Áfram. Þegar við segjum athafnir leiðar, þetta texti hérna slá, högg eða sveifla kylfunni aftur fyrir högg sem er síðan slegið. Þessi setning er svolítið óheppileg. Það sem átt er við að við megum í sveiflunni, þegar við erum að slá boltan, þá megum við slá í grein sem að hugsanlega brotnar við sveifluna í þeirri sveiflu sem við erum að leika boltan.
Ef við förum í baksveiflu og ítum einhverju frá og leikum boltanum, þá er ekki refsing þó að sveiflusviðið sé orðið öðru ef við þurfum að leika boltanum aftur. Ef við skiljið hvað við. Þó að banna að snerta sandinn í glompinu ef við í baksveiflunni. Við hefum það ekki. Þá erum við að íta frá sandi sem að hugsanlega geti haft áhrif á sveifluna, framsveifluna. Nú á teignum, þá er náttúrulega gildaði svolítið aðra reglur. Þá er boltinn ekki komin í leik og við erum ekkert að leika völlinu sem kom að honum í sjálfu sér. Þar megum við setja 10 á jörðina og á eða í jörðina. Við megum hreyfa, beygja og brjóta náttúrulega hluti sem vaxa eða eru fastir á teignum. Og þar megum við breyta yfirborði jarðarinnar, fjarlægja, ýta niður sandi, lausu jarðvegi, fjarlægja dögg, hrím og vatn. Við megum segja allt áður en boltinn fer í leik á teignum. Ég man ekki hvað hann heitir þessi breska sem notum oft sem dæmi. Laura Davies. Laura Davies, já. Hún var eins og skemmtileg kylfingurinn þá var hún ekki trúlega vinsæl hjá mörgum svona vallans umsjónarmönnum því að hún vildi helst ekki nota tí. Hún notaði yfirleitt kylfuna til þess að búa til svona hrúgu, berja grasið til og búa sér til svona grastopp til þess að setja boltana á og leika. Menn sem að reyna að halda þessu sléttu og fínu og setja sand í öll kylfuför. Þeim svíður að þegar kemur einhver kylfingur og byrja að berja kylfun niður og eyðileggja teiginn til þess að stilla boltanum upp. En samkvæmt golfreglunum þá er þetta bara í góða lagi. Það getur verið að einhver getur séð staðareglur umgengni velli sem þetta bannað en samkvæmt golfreglunum þetta í lagi. Áfram, það sem að megum gera í glompu og megum ekki létta sand til að halda vellum snýttilegum eftir að hafa leikið úr glompunni. Ég var nú eiginlega helst að segja að ættu að gera þetta þegar við erum búin að leika úr glompunni. Á flötinni þá megum við fjarlægja sand og lausa jarðveg og gera við skemmdir. Það er smá takmarkan á því hvað skemmdir maður gera við sem að verður farið yfir betur þegar við erum farið við flötina. En við megum gera við allt sem heitir boltafar, skófar og svona skemmdir. En við megum ekki gera við eitthvað sem að náttúran hefur rauninni gert, ef maður orðar þannig. Ef að vatn lekur yfir flötina og myndar smá svona far í flötina, þá megum við ekki gera við það. Hluti af okkar dómara er að fara yfir völlina áður en leikur hefst og ef við sjáum svoleiðis á flöt svona skemmdir eftir vatnselg eða eitthvað slíkt þá gerum við rétt í því að annaðhvort að merkja það blátt á flötinni eða setja staðareglu viðkomandi flöt að þessi skemmd sé óvarlegt ástand vallar og þá gilda aðra reglur það. Nú, við megum hreyfa til náttúrulega hluti til að gágurnar séu lausir. Af því að ef þeir eru lausir þá er það lausung og megum fjarlægja þá. En ef þeir reynast síðan vera fasti við, ef þetta höldum við sér laus grein, kemur sér ljós að hún er áföst eða grjót höldum sér laust, kemur sér ljós að var jarðfast, að þá er ekki refsing fyrir að við þurfum að setja grjótið aftur í holuna sína eða greinina sem hún var. Það er ekki refsingu því, en við mögum ekki losa grjót eða annað slíkt nema sér laust fyrir. Og áfram að við erum það kom inn 2019, þessi þægilega sem er oft kallað out of jail eða farið byrjunarrindin í Pluto, nei hvað var ekki Pluto, það var í Monopoly,
skiptir ekki máli, að við getum forðast víti með því að endurgera aðstæður. Það er vítalaust ef bættum aðstæðum er 1 með því að endurgera aðstæður samkvæmt reglu 8.1a og 8.1.1.2. Það er, við vorum að tala um áðan. Ef við bætum aðstæður samkvæmt þessum, ef þú bætir aðstæður samkvæmt reglum, kemstu ekki undan víti með því að endurgera aðstæður. Það er að segja, ef við bætum aðstæður þannig að það sé ekki hægt að endurgera þær. Það er skýring, eins og þegar hann klippti greinina, þá getum við ekkert lagað það, við getum ekki linkt greinin á aftur þess að komast hjá refsingu. En við getum forðast refsingu með því að gera aðstæður aftur eins og voru áður en leikamhöggið. Og það kemur núna myndband, þar sem eru dæmi um hvernig við getum forðast refsingu og skulum bara spila þetta myndband og þetta útskýrir þetta nokkuð vel. What are you doing now? Well, I'm moving that out of my way. Yeah, but that's a boundary state and it's immovable and you don't get any relief from it. You just have to accept it. Really? Yeah, but look, you can avoid penalty as long as you put it back. Okay, so if I put it back, no penalty. Fine. Well, There we go. it certainly wasn't there because it was interfering with your backswing. It's there. But that's not very fair. I can't swing the club properly. You hit your ball there. True. Oh, wait. You can't do that. Why not? Well, you just do your lie by moving that attached branch. Okay. So do I get a penalty? Well, you can avoid the penalty by putting it back. Oh, really? So if I put it back, no penalty? Yeah. Okay, let's try that. How's that? That thing. Okay, but I can't see the ball. Tough luck. Já, þarna sjáum við í fyrra skiptið að þá færir hún vallamarkastikur og vallamarkastikur megu aldrei hreyfa. Þær eru óhreyfanlegar og áður fyrir 2019 ef við tókum vallamarkastiku eða óhreyfanlega hindrun og færðum hana, þá voru við komið 2 högg í víti og engin lausn við að komast. Þá við settum þetta aftur áður leikum höggið, þá var bara komið víti. Þannig að við gátum alveg sleikið höggið og settum þetta svo aftur. Sama er raunin núna, ef við setjum ekki aftur á leikum, þá fáum við 2 högg í víti. En við getum forðast refsinguna með að setja hlutin eða gera aðstæðunar aftur eins og það voru áður en við leikum höggið. Og þá losnum við refsinguna. En við þurfum að gera þetta eins nálægt og mögulegt er upphæðlega staðnum til þess að losna við refsinguna. Eins og þarna að setja vallamarkastiku sem hefur verið hreyfð á upphæðlega stað. Hún ætlaði að setja hana aðeins svona lengra frá, þannig að það væri nú eiginlega ekkert fyrir henni. Eins og hún kvartaði undan að það væri ekki sanngjarnt, en hann notaði orð sem að þið skulið, setningu sem þið skulið læra, að þú lékst boltanum engar sjálf. Það er oft sem að það dugar að leikmenn að kvarta að þetta sé ósanngjarnt, að ég get ekki slegið boltanum hana. Þá er oft gott að benda leikmennum bara já, en þú lékst boltanum hingað. Þannig að það er engum öðrum að kenna þér sjálfum að boltin er þarna. Svona, það er hugsunum á bakvið þetta. Setjum við aftur á sama stað, vallamarka hlutin, setja trjágreina grasi eða óhreyflega hindrun í upphæðlega stöðu eftir að hreyfta. Ef við gerum þetta, þá getum við losnað við refsingu.
ef að við getum ekki endurbætt eða endurgert bætinguna að fullu, að þá getum við ekki losnað við refsinguna. Eða ef við notum eitthvað annað í stað upphaflega slutar, ef við tökum vallarslíkunum þess að hendum henni í burtu, þá megum við ekki setja trjágrein ofan í holun og segja nú er ég búinn að gera þetta eins og þetta var. Það verður að vera sami hluturinn og sömu aðstæður. Þannig líka dæmi ef við klippum greinin eins og kallum við skærin hann áðan, að þá megum við ekki taka límband úr pokanum og líma það aftur í tréð. Það er ekki, við getum ekki losnað við refsingu þannig. Það kom hann að 2019 þetta eina að menn geti losnað við refsingu í mörgum tilfellum ef við lögum hlutina áður en við leikum högg. Eins og Davíð var að fara yfir áðan, ef við stöndum fyrir aftan að leikmaður tekur sér stöðu, að við getum losnað við refsinguna með að báðir fara upp úr stöðunni og byrja upp á nýtt. Nú, það geta aðrir hluti gerst að við getum, ef við gerum aðstæður verri heldur en að voru, þá verður við bara sætt okkur við það. Við megum ekki endurgera aðstæður ef að það er versnuð af okkar völdum. En við breytum aðstæður þannig að það versni, ef við tökum æfingasveiflu og það fyrir torfað upp á boltanum, þá megum við ekki laga það að því að aðstæðurnar verri, þá verður við bara sætt okkur við það. Ef það er aftur mútið versna völdum annars leikmanns, þá megum við endurgera þær. Ef það þörf á því, þá megum við merkja stafsningu boltans lyfta og hreinsa hann ef það er eitthvað annar sem veldur því að boltinn er ekki eins og hann var þegar hann lenti. Þetta með að endurgera aðstæður eða versna á annarra völdum er rauninni við eigum rétt á að leika boltanum okkar við þær aðstæður sem voru þegar boltinn stoppaði. Ef einhver annar breytir þeim aðstæðum, þá megum við endurgera þær eins og það voru þegar boltinn okkar stoppaði þar. Það er smá myndband hérna sem að útskýra þetta líka. Þannig að við skulum kannski kíkja á það. Look what you've done to my ball. It's okay because you can mark and lift your ball, clean the sand off it, and move the other sand as well. Can I? Oh. Yeah. Okay, great. So I'll mark it. Just it. Yeah, that's fine. Þetta var ekki langt myndband en þarna var boltinn sem lá hann á hreinu grasi þegar hann stoppaði. Síðan var það hinn leikmaður sem að gerði aðstæðuna verri fyrir hana. Þannig að þá mátti hún gera aðstæðuna eins og voru þegar að boltinn stoppaði. Tóku eftir hún að merkja hann áður, merkti, lyfti á boltanum, endurgerði aðstæðurnar og lagaði hann aftur eins og hann var. En alls ekki að rugla þessu við sand sem að skóplast upp á og er fyrir framan boltan, á milli boltans og flattarinnar. Það er ekki það sama og verri lega. Nei, þetta á bara við boltan sjálfan. Boltan sjálfan. Ef einhver er leikið úr glompu og hann fer inn á forgrínið fyrir framan eitthvað bolta, en breytir ekki boltastöðuna, lega boltan sikkar, þá er völlurinn bara orðin þannig þegar þú leikur næsta högg. Nú endurgerðar aðstæður versnuðu, eins og í þessu tilfelli
að það er ekki víst að sé bara sandur. Það getur verið að boltar liggi hlið við hlið á braut og þið eigi að leika seinna og leikmaðurinn þið merkir boltan ykkar, takið til hliðar meðan hinn leikur. Leikmaðurinn sem að leik tekur skemmtilega og góða torfu þar sem boltan ykkar var, að þá þurfa að sjálfsögðu ekki að leggja boltan ofan í torfuna. En það er kannski ekki hægt að endurgera aðstæðurnar nema að setja lausa torfu ofan í sem er ekki sanngjarnt. Að þá megið þið leggja boltan á nálægasta stað við hliðina á það sem boltan ykkar var, ekki nær holunni, en það sem aðstæður er líkast að því sem voru á upphaflega staðnum. Það verður að vera innan einnar kilómetra og sama svæði á vellinum. Ef það er í klompu, þá er það í klompunni, ef það er á í vítasvæði, þá er það í vítasvæðinu. Ef það er á almennasvæðinu, þá þurfum við að leggja til hliðar innan almennasvæðisins. Það á eftir að fara betur yfir þetta allt saman í seinni reglum, en það er alltaf lagi að nefna það að 2019, þá breytist svolítið hugsunin með margar reglur á þessu almenna svæði. Það verður komið að þessu seinna að sokkinn bolti var bara laust á ef hann var á snöggsleiknu svæði, eins og braut. Núna segja reglunar sokkinn bolti á almenna svæðinu. Sem þýðir ef hann er sokkinn í mold fyrir utan braut, þá gildir sama regla á brautinni. Ástæðan fyrir nefni þetta er að þú gæti verið fyrir utan lögflegi svæði, utan braut þegar þetta gerist. Og það getur verið að nálæga sér staður fyrir laust hjá því að innan kilómetrar sé inn á braut. Þá er lausnin inn á braut. Þannig að mann geta grætt á þessu líka ef mann kunna reglurnar. Þá þurfi ekki endilega að setja boltan í hátt gras ef þetta er hliðin á alveg brautarkantinn. Það er sama svæði sem sagt. Nú, þetta er nú eiginlega það síðasta sem er, nema það eru breytingar á reglu 8 sem komið 23. Að helstu breytingarnar eru þessar skýring núna, ef dómari veldur því að aðstæður sem hafa áhrif á högg leikmanns verða verri, má endurgera aðstæðurnar. Þetta var svolítið óljóst í reglunum áður, hvort það mætti. En núna er það að bara allir hafi tekin af að ef að við sumir leikmenn hafa svo stundað þetta sem eru komnir svona lengra í faginu, eða eru hann í bunker og er eitthvað leiðilega að reyna að kalla á dómarann og fá hann að koma onni í bunker til sem að spjalla. Ef dómari gerir það, þá mega hann leikmenni raka bunkerinn eftir dómarann og tjekka á sandinum og svona. Þannig að við skulum ekki láta plata okkur inn í bunker. En það er alveg skýrt núna að leikmann mega laga eftir það sem dómari gerir. Nú, þetta var síðasta það sem alltaf fyrir yfir, það sem var alltaf að rifja upp að við fórum yfir þessa reglu í dag. Leikinn, hegður leikmanns og reglurnar, völlinn, keppnina og útbúna leikmannsins, að leika umferðina, að leika holu, að leita að bolta, að finna og þekkja boltan, vorum aðeins við ráðleggingu og aðstoð og síðan völlinn, að leika völlinn svo koma á. Það er einhverju rétt upp hönd. Þetta sjá það hérna upp, það fyrir hérna. Það sé ekki einhvers staðar. Komið hérna rétt upp hönd. Já. Hver er þetta? Það sem er með upprétta hönd má bara taka til máls, ég held að sé bara einn. Já. Ég rétti óvart upp hönd, ég veit ekki hvort það var ég, Bjarni Guðmunds. Já, einhver kona. Já. En það er allt í lagi, þetta getur líka verið eitthvað annað. Þetta flaug yfir skjáin hjá okkur, þannig að getur vel verið að það er eitthvað komment bara. En láta það ekki trufla. En ef það eru með eitthvað spurningar fyrir þetta, þá endilega bara rétti upp hönd eða sendi inn á spjallið.
Já, og við erum svo sem Björn, Björn Anton. Regla 1.3c4. Atburðarásin hafi verið rofin. Getið útskýrt þetta aðeins betur Já, hvernig víti verða til? með víti. Það er til dæmis högg rýfur atburðarás. Þú veist, þannig að þú, ef þú brýtur einhverja reglu, segjum bara sem svo að við getum tekið dæmi bara. þú færir boltan þegar þú mátt ekki færa hann og færir hann svo aftur, þá færið ekki tvisvar sinnum víti sem sagt fyrir það. En ef þú gerir eitthvað sem að þú skapar þér víti fyrir og leikur svo boltanum, þar með ertu búin að rjúfa, hvað segir maður, keðjuna. Já, þetta er atburðarásin. Ef það er einhver atburð sem gerist á milli tveggja refsinga sem að veldur því að þú ert komin á annan stað í atburðarásinu, þá færðu aðra refsingu. Einfalt dæmi, þú slærði í bunker og tekur æfingarsveiflu og slærði í sandinn og svo tekur aðra og slær aftur í sandinn og bara kannski vegna þess að þú vissir ekki að mættir þetta ekki. Það er 2 högg í víti þó að gera þetta tvisvar. En ef einhver bendir þér á, þú mátti þetta ekki, þá er búið að rjúfa þetta. Og ef þú slær aftur í sandinn, þá færðu þetta aftur 2 högg. Þetta er verið að reyna að útskýra hvenær þú fær bara einfalda refsingu og þá bara einföld refsing fyrir sama atburðinum, en svo er einhvern veginn rífur þetta og bendir á og nú ertu komin í annan stað í atburðarásinni, að þá getur þú fengið viðbótarrefsingu fyrir að gera þetta aftur. Veit ekki hvort þetta skýrir þetta alveg, en þetta er svona, já, þetta er eiginlega, held ég, svo best að geta gert það í stuttu máli. Ég þakka fyrir gott kvöld. Ég ætla aðeins að klára hérna, Sömuleiðis. bara játak sömuleiðis, að næst verðum við á 5. á sama tíma og þá munum við fara yfir reglu 9, 11, 12 og 13. Þetta er ekki tekið alveg í réttri númeraröð, þetta er svona talið, þetta er byggt á einhverjum reynslum hjá R&A að gera þessa röð og reynst okkur ágætlega líka. Þessar 4 reglur sem eru þarna eru viða meiri heldur en þær sem við höfum farið yfir núna. Við tókum fundinu upp og hann er ennþá upptöku og við munum stöðva hana og gera hana aðgengilega eins fljótt og við getum. Það tekur smá tíma að vistast hjá Google og svo þurfum við aðstoð frá GSI til að koma þessu á vefinn sem að verður væntanlega gert bara á morgun og þá sendum við ykkur öllum tölvupóst með hlekk í upptökuna. Þannig að þið getið skoðað þetta og rifja þetta upp og mun líka senda síðan þar sem að við fáum væntanlega í tölvupósti spjallið og þá sendi ég það bara í sama tölvupósti á okkur öll. Öðru kosti, ef það er ekki meira, þá... Já, en nú við erum á svo góðum tíma að ef það er einhverjar spurningar, þá bara endilega skjótið. Ekki öll í einu samt. Nei, það er enginn á línunni, en þið getur líka, ef eitthvað spurningar vakna á morgun eða fram að næsta fyrirlestri, að senda bara póst á dómarnefnd að golf.is. Mér langaði bara kannski aðeins að bara þakka fyrir bara frábæra kynningu og þetta er búið ótrúlega flott hjá okkur og ég er búin að vera kannski eitthvað svona erfiður á kantinum en Nei, þetta er bara mjög gott. Það er svona spúkleri muninum að staðreglum og
og almennum reglum og svona, en ég skal bara síðan, þú veist, þegar fyrirlesturinn er búinn, senda ykkur allan samræðisstrenginn. Já, það kærlega það, Jens. Við Ekki hjá okkur. kunum bara vita það þegar við taka Takk fyrir það. Herðu, þá ætlum við bara, að þessu sögðu, þessum fallegu orðum, að þá ætlum við bara að fá að kveðja og þakka kærlega fyrir kvöldið og vonandi mæti þessi flest aftur á 50 Já, sæl. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir. Takk.